Þá kom að 5. lið á dagskrá, það félagsaðstaða í Víðilundi, stækkun og endurbætur. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Við Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi, vildum setja þetta mál á dagskrá í þeim tilgangi að halda áfram samtali þessara bæjarstjórnar. Samtali bæði félagsaðstöðu eldri borgara í Víðilundi og sömuleiðis það ákall sem við erum nú öll mjög meðvituð það er að segja ákallið eftir stækkun á samkomusal fyrir félag eldri borgara á Akureyri. Við höfum rætt þessa hluti áður og ég veit að það hefur ekki strandað á bæjarfulltrúi meirihlutans í þessum efnum, bæði bæjarstjórn og fagráðin hafa verið lausnamiðuð í sinni nálgun, held ég sé óætt að fullyrða. Og það er nú líka þannig að bæjarfélagið er að gera vel í þjónustu við eldri íbúa, allmestu leyti, en alltaf má gera betur og þá horfum við sérstaklega til aðstöðunar. Starfsfólki okkar er að vinna alveg hreint magna starf og auðvitað ætti aðstæðan að vera eftir því. Og svo við bætum því líka við að hópur eldri borgara á Akureyri er örstækkandi, þetta vitum við öll, og því alveg ljóst að þörfin fyrir öfluga og aðgengilega félagsaðstöðu fyrir eldri borgara á Akureyri, sú þörf mun halda áfram að aukast. Og félögum í EBAG hefur fjölgað 40% á síðustu 3 árum og samkvæmt mannfjölda spá Hagstofunnar mun fólki 60 ára og eldra fjölgað 37% á næstu 20 árum á Akureyri. Þetta er svo tölfræði sem við eigum alltaf að hafa bakvið eyrað. Og þessi þróun kallar á framsýna og markvissa stefnumótun af hálfu sveitarfélagsins og hér getum við alveg sett okkur það markmið að vera best í heimi. Ég held við getum það. Við eigum alveg hreint frábæran mótspilara í félagi eldri borgara og þessi mótspilari hefur verið ötull við að minna á sig og minna á þörfina fyrir bætta aðstöðu og það hefur líka verið sannarlega talsverð vinna í gangi varðandi stækkun á samkomusalnum í Birtu í Bugðusíðu en því miður þá hafa þær hugmyndir ekki náð fram að ganga og þess vegna aftur þá vildum við Sunna Hlín setja fram þessa spurningu á þessum tímapunkti og spurningin ef ekki gengur að stækka samkomusalinn í Birtu þá ekki orðið tímabært að skoða aðra möguleika í stöðunni og vinna þá slíkt hratt og örugglega. Og við Sunna Hlín sjáum annan kost í stöðunni, allavega svona mögulega, sem væri í það minnsta þessi virði að skoða, en það þá að horfa til félagsmiðstöðarinnar Sölku í Víðilundi. Og þar eins og við vitum hefur lengi verið ákall að bæta vinnurýmin í kjöllum húsana og leið bæta aðgengis og öryggismál og ég bara tek undir það sem hefur áður verið sagt í þeirri umræðu. Þannig að við spyrjum væri kannski hreinlega hagkvæmt að reisa þar nýja viðbyggingu. Það sem við sjáum fyrir okkur að sú viðbygging væri þá reist út frá matsalnum og gæti tengt saman kjallara húsana sem eru þarna. Og í slíkri framkvæmd þá mætti koma fyrir sameiginlegri lyftu, hugsanlega grafa kjallarana upp að hluta og tengja þannig félagsaðstöðuna við útisvæðið. Við sjáum það líka að útisvæðið ekki nógu aðgengilegt fyrir alla. Og þetta þyrfti að bæta líka. Og við teljum rétt að skoða þetta og því leggjum við bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir fram eftirfarandi tillögu og tillagan svo hljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að hefja forathugun á heildarlausn í húsnæðismálum félagsmiðstöðarinnar Sölku sem tengist saman í einni framkvæmd og þá hefst upptalningin stækkun á samkomusal, endurbætur á félags- og vinnuaðstöðu í kjallararýmum
og úrbætur á útisvæði með áherslu á örugt og greiðfært aðgengi. Og forathugunin verði unnin með samráði og samstarfi milli öldungaráðs, EPAK, starfsfólks og fræðslu- og lýðheilsuráðs og húseiganda í Víðurlundi. Þetta bókunin í tillögunni sem að fylgi þessu máli. Þá leggjum við til að sé settur saman einhvers konar starfshópur sem geti farið í þetta verkefni, en við höfum svo sem ákveði líka, þetta útfærsla sem er hægt að svona bara, já, það er hægt að útfæra þetta á hvaða hátt svo sem svo lengi sem að við skoðum einhverja svona lausn, hvort að hún sé hagkvæm og hvort að sé vilji fyrir því hjá öllum þessum aðilum sem að ég nefndi til þess að fara í svona forathugun. En þá held ég að ég vil loki mínu máli. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson loki máli sínu, næstekjummáls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Gunnari fyrir greinargóða tillögu og við teljum sjálfsagt mál að fara fram forathugun af framkvæmdum með félagsmiðstöðinni Sölku Víðurlundi. Ég veit að bæjarstjóri vor og Hulda aðstofamæður hennar að skoða þarna að síka glugga og fleira, þannig að búið að skoða þessi mál aðeins, en ég held alveg sammála því að við þurfum að fara aðeins lengra með þetta, sérstaklega það sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að það búið að vera gríðarlega mikil vinna við stækkun á félagsmiðstöð Birtu. Það byrjaði eiginlega bara strax á kjörtímabilinu, komu hann að 2 miklar hugmyndir og þetta segja að önnur hugmyndir hafa komið mjög langt, báði fjárfestar og hugmyndir með fjáröflun og fleira, og það stoppaði því miður á ekki að segja bara á óskýrðum ástæðum sem að var ekkert hægt að gera við, sem að við höfum enga stjórn á. Síðan höfum við verið í samræðum við Sjálfsbjörg stækkun á sjálfum sem eru svona komin aðeins á kreik, en það er svona spurning sko, með kosti og galla við þá framkvæmd, og það þarf aðeins að skoða það betur, og þess þá held ég sé það besta mál að athuga hvort að þetta sé fýsilega aðgerð að fara í stækkun í Víðurlundunum, þannig að við í meirihlutanum erum ekki á móti því. Við erum búin að, ég tel samt samstarf við EPAK búið að vera afskaplega gott í þessi 3 ár. Við byrjum á því að gefa þeim ekstra styrk upp á 2 milljónir til þess að skrifstofan væri opin, þannig að það er orðið svo gríðarlega mikil fjölgun að þetta fer að detti í 100% starf fljótlega að vera formaður EPAK. Við gáum leyfi til að nota Naustaskóla og Hof undir stærri fundi meðan að vera að finna lausn á þessum vandamálum. Og einnig var mjög góður vinnuhópur lífsgæðakjarna sem ég held að við skilað afskaplega góðri vinnu. Við erum að vonast til á föstudaginn með nýjum ráðherra Ingu Sæland að þar verið hér fundið góð lausn með hjúkrunarrýminu upp í Þussaholti, og þá geti vinna við lífsgæðakjarnan farið á fullt. Ég er enn vongóður að það gerist eitthvað á þessu ári og þráttu að færist kannski aðeins inn á næsta ára, þá er þetta gríðarlega nauðsynlegar aðgerðir sem við verðum að fara í strax. En við í meirihlutanum ætlum að bóka, það er að segja meira hluti bæjarstjórnar óska bókað. Við teljum sjálfsagt mála að fara fram forathugun á framkvæmdum við félagsmiðstöð í Sölku Víðurlundi eins og lagt er til. En það verður þó gert samhliða þeirra vinnu sem verið í gangi varðar félagsaðstöðu í Birtu og möguleikun sem opnast við uppbyggingu á lífsgæðakjarna við Þussaholt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil koma upp eiginlega fyrst og fremst og þakka bæjarfulltrúi Gunnari fyrir að vekja athygli á þessu máli, og ekki aðeins bara vekja athygli á þessu máli, heldur ganga skrefi lengra og koma fram með tillögu hvað sé hægt að gera, tillögu sem ég ætla að heilshugar að styðja. Þetta á sér náttúrulega alveg ofboðslega langan aðdraganda og ákaflega óheppilegt að við séum ekki komin lengra en raun ber vitni að hafa plan hvað skal gera. Það er alveg ljóst að það var verið að reyna ákveðna leið sem að
gekk ekki upp og mjög mikilvægt að þá sé farið strax í næstu, því að þetta virðist taka okkur alveg óskaplega langan tíma allt saman. Við höfum rætt þetta mál allan þann tíma sem ég hef setið í bæjarstjórn sem eru 7 ár og ákalli verður bara hávarar og samt erum við ekki komin lengra raun ber vitni og það eiginlega dálítið skömm að því að við séum ekki komin lengra en þetta. Við erum einhvern veginn ennþá á byrjunarreit. Mér líður þannig, þar að segja í framkvæmdu. Það samt ekki alveg sanngjarnt að segja það því að auðvitað er búið að kanna ýmsa kosti og reyna ýmislegt. En mér líður svolítið eins og núna þurfum við svolítið að setja bara fótinn niður og segja, heyrðu, við verðum að gera plan sem er markvisst og ekki síst í ljósi þessari gríðarlegu fjölgunar sem hefur átt sér stað. Við munum eftir því líka í þeirri umræðu sem hefur verið félagsaðstöðuna burtséð frá stækkuninni sjálfri einmitt eins og bent á að varðandi aðgengi, brunamál, bílastæði, loftgæði, snyrtingar og fleira að þarna hefur ítrekað verið bent á aðstæður sem eru auðvitað ekki boðlegar og við eigum að sýna metnað okkar í að gera betur gagnvart eldri borgurum. Þess utan held ég að það mætti alveg líka meta það hvort að það hafi verið rétt ákvörðun að flytja punktin upp í Sölku, hvort að hún hafi verið ákjósanleg eða samhliða þessari vinnu að minnstakosti skoða hvort að það hafi verið rétt og tala nú ekki ef það á að fara að breyta einhverju. Það á auðvitað að vera forgangsmál okkar og þetta svona eitt af því að þegar maður situr í þessari pólitík þá sumt sem að maður eru ákaflega stoltur á og annað sem að maður naga sig í handabaki yfir að hafa ekki gert betur og þetta svona mál sem að mér líður eins og við hefðum gert betur og þar ég ekki bara að benda fingurum á okkur aðra heldur líka sjálfa mig vegna þess að mér líður eins og þarna sé mál sem að við hefðum átt að vera komin lengra með og ættum að taka því alvarlega. Tala nú ekki einhvern veginn í ljósi allra þessara stöðu varðandi eldri borgar. Eldri borgar eru auðvitað mjög stórt mengi að þú ert að tala 60+, allt frá bara full frísku fólki og yfir í þá sem eru svona að stíga sín síðustu skref í lífinu, þannig að þetta nú og alls konar fólk með alls konar þarfir og alls ekki einslitar, ekki frekar en miðaldra fólk eða unglingar. En það einhvern veginn dapurlegt að horfa á stöðuna núna þegar maður hugsaður uppbyggingu hjúkrunarheimila sem mér mjög ofarlega í huga. Þar sem okkur hefur ekki gengið í merkingun okkur þá hið opinbera bæði ríki og sveitarfélög að koma ásættanlegum fjölda rýma fyrir hjúkrunarrými með tilheyrandi áhrif á aðra innvið en ekki síst á fólk. Og þegar maður þekkir þetta eigin raun, hvað þetta geta verið hræðilegar aðstæður sem geta skapast þegar við sem samfélagi erum ekki tilbúin að takast á við þær breytingar í okkar innviðum, þá líður mér eins og við öll bara sem þjóð þurfum aðeins að hugsa og horfa í eigin barm og segja þetta má ekki vera svona. Eldri íbúðum að fjölga, við verðum að breytast og við erum allt of sein. Þetta hefur legið fyrir svo lengi, þessi breyting á aldurssamsetningu þjóðarinnar en þó við séum sein, þá verðum við þetta bara að það ekkert annað hægt að gera, það ekki hægt að breyta fortíðinni, en það hægt að segja þessu breytum við núna. Við eigum ár eftir í þessari bæjarstjórn og þetta svona efst á mínum óskalista ef að hægt væri að koma í alvörunni af stað, þannig að við getum vel við unnað og hort sátt í spegilinn eftir þetta kjörtímabil. Því að það er ekki bara þetta, það er ákall húsnæði, það er ákall félagsaðstöðuna, það er ákall skilning á stöðunni, fjölbreyttum þörfum, virðingu þeirra sem hafa lagt sitt á mörkum til okkar samfélags og verðskulda þó svo sannarlega að eiga góð efri ár sem að snúast einmitt líka félagslíf og við vitum það að við leggjum heilmikið í félagslíf fólks á öllum aldri, til dæmis í tengslu við almenningsíþróttir og svo framvegis og þarna ættum við ekki að slá slöku við. Þannig ég vil bara í stuttu máli óska bókað, ég tek heilsugandur undir framlagða tillögu enda líkt og ítrekkað hefur verið bent á löngu tímabært að tryggja markvissa metnað, fulla stækkun og viðunandi úrbætur á félagsaðstöðu eldri borgara á Akureyri. Og þakka enn og aftur málshefjanda fyrir að koma fram með tillögu.
Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki málsins og orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma hérna upp og þakka málshefjanda bæjarfulltrúa Gunnari Má og bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir að koma fram með þessa tillögu. Ég styð hana heils hugar og til þetta geta verið góða lausn á vanda sem þarf að leysa og þarf að halda áfram með því að félagsaðstaðan verður ekki bara þar og í birtu í framtíðinni ég held að við þurfum á fleiri félagsaðstöðum að halda til lengri tíma litið fyrir þennan ört stækkandi hóp. Það bara svo gríðarlega mikilvægt hjá öllum aldurshópum og sérstaklega þeim sem eldri eru að koma í veg fyrir félagslega einangrun og auka virkni og einhvers konar þáttöku í samfélaginu því að það getur bæði bætt andlega og líkamlega heilsu fólks. Við vitum það öll hvað gríðarlega mikilvægt að fara út og hitta fólk og gera eitthvað. Það skiptir okkur máli. Meiri segja milljarðamæringar kjósa að vinna af því að þó þeir næga peninga til að lifa af að þá gefur vinnan og það fara út úr húsi og hitta samstarfsfélag og annað, þeim eitthvað tilgang í lífinu. Og það breytist held ég ekki þegar við erum orðin eldri og komin á lífeyri að það gefur okkur tilgang að fara út og hitta fólk. Ég vil einnig taka undir með bæjarfulltrúa Hildu Jönu að það gæti þurft að kanna hvort að það hafi verið rétt ákvörðun á sínum tíma að setja punktinn upp í Víðilund. Af því ég ekkert endilega viss að það hafi verið rétt lausn en ég tel að það væri gott að kanna það. Annars bara takk aftur fyrir frábæra tillögu bæjarfulltrúi Gunnar og Sunna og ég vona að við getum samþykkt að fara í þessa hvernig orðuðu þetta frum þarf að forathugunar greiningu eitthvað. Takk. Það bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir loki málsins. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, takk bara fyrir mjög góða umræðu og virkilega jákvætt að heyra að allir taka vel í að fara í þessa skoðun og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Jönu að síðan í framhaldinu þá verðum við að skoða það hvernig við ætlum að dreifa svona félagsaðstöðum bæinn og hvort það dugi bara ein og ég held að í þessu ferli væri kannski að spyrja sig hvort að við getum stemt að einni virkilega stóri þarna. Það sem að verður einhver svona einn kjarni en síðan horfum við á svona minni kjarna út frá því bara hugmynd, eitthvað sem það bara að ræða við EBA, hvað sýn þau hafa í þessu en maður sér alveg tækifæri ef að salurinn þarna stækkaður til vesturs og ef að það væri gert á 2 hæðum þá þetta stækka félagsaðstöðuna í kjallaranum með svona miðtengi byggingu þar sem það bara opið á milli kjallarana og þá eru við komin bara með stóra og flotta félagsaðstöðu fyrir þá starfsemi sem þar núna og það var bara pínu merkilegt að þegar ég fór að skoða þetta inn í skipulagsgáttinu og teikningarna á húsinu á sínu tíma, þetta var teikna svona sem eiginlega alveg stór merkilegt og það sem eiginlega helst að aðgengunni að þeir sem ætla að nýta sér félagsaðstöðu kjallaranum og þurfa að nýta liftuna þá þarf að hleypa þeim inn í stigagangin á blokkunum til að komast það niður og það bara algjörlega óásættanlegt að hafa þetta svona og það er líka bara að bæta held ég brunavarnir og útgönguleiðir og alls konar hérna niður í kjallarunum þó að þeir séu alveg bjartir og skemmtilegir að mörgu leyti og fyrir ekkar hátt til loft þannig ég held að þetta gæti bara orðið gríðarlega flott en varandi ferli við vorum svona dálítið að veltaði fyrir okkur hvernig við ættum að leggja þetta fram á að vísa þessu eitthvað á að
fel einhverjum að gera eitthvað, þannig að við ákveðum að hafa þetta bara svona frekar almennt orðað og það það frekar að taka bara umræðina hér, hvað er þetta best heima og hvernig best að gera þetta og þannig að við förum í þetta og frekar fljótt, þannig að það var náttúrulega einhver hópur að störfum með húsnæðismál en hann hefur ekki hist mjög lengi. Ef að það eitthvað samtali gangi bjarg núna þá kannski þetta að halda áfram með þetta þar og það sé það á borði Ásthildar, bæjarstjóra, ég veit það ekki, hann væri alveg ágætt að fá aðeins betri útskýringar á hvernig meirihlutin sér fyrir sér ferlið í framhaldinu. En eins og ég segi, bara virkilega jákvætt að sé vel tekið í þetta og við séum að kannski að hverfa frá þessari hugmynd að nýta grunnskólana og fleiri og stærri sali til að nýta í þessar stærri samkomur. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Næstektum alls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti aðrir bæjarfulltrúar aðeins til að útskýra þetta nánar fyrir hennar bæjarfulltrúi Sunnu. Við fundum á mánudaginn síðasta með fulltrúum EPAC, þar sem Birni Snæbjörnssyni, Karli Erlends og Guðmundi fyrir hönd IBA 55+, sem íbúðafélag sem verður væntanlega fljótlega gert ljóst að verður til vonandi, en málið að mér finnst það svo sem ekki flókið að við munum bara kalla þá á fund, hafa með okkur sérfræðingu í UMSA og skipulagsráði bæjarstjóra og það fólk sem hefur svona mesta þekkingu á þessum málum, þannig að ég held að það verður bara gert svona á næstu vikum, vonandi fyrir sumarfrí sem stutt í, en bara ég ætla að vona að þetta svari spurningunni, þannig svona. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sinni, ég ætla að biðja hann að taka við stjórninu og dömur orði. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt og aðrir að þakka bæjarfulltrúi Gunnari á fyrir að koma, eða þeir bæjarfulltrúum Framsóknar fyrir að setja máli á dagskrá. Ég held að það sé okkur öllum mjög mikilvægt að þjónusta við eldri borgara sé með bestum hætti. Og að sveitarfélag og ríki nái að sinna sínu lögbundna hlutverk, þetta lögbundið hlutverk að sinna félagsþörf eða félagsþjónustu við eldri borgara. Markmið þjónustuna sem veitt á hinu opinbera að stuðla sjálfstæðu lífi, félagslegri virkni og heilsueflingu og það skiptir að sjálfsögðu samfélagi heilmiklu máli að vel takist til. Það hefur komið fram í umræðinni að auðvitað vildum við öll vera komið lengra. Við höfum velt alls konar hugmyndum upp í gegnum tíðina því ég ekki alveg ný í bæjarstjórn og við höfum reynt að finna lausnir og ég ætla að segja að samtalið við EPAC í dag og öldungaráð hefur verið alveg bara frábært á þessu síðustu missurum. Einmitt með í einhverju svona lausnamiðuðu samtali þar sem við erum að reyna að finna lausn, hvernig getum við stækkað þetta, hvað getum við nýtt og svo framvegis. Það gekk því miður ekki og það er búið að fara ágætlega yfir það með að stækka Birtu, ekki eins og við hugsuðum okkur. En ég myndi nú halda að það væri ekkert alveg út af borðinu, ekki ennþá að minnstakosti ekki eins og ég skilur það. Það ennþá til skoðunar hvað gerist þegar heimaþjónustan kemst í annað húsnæði og svo framvegis og einhver tíman minnir mig og nú getur vel verið það minni bregðist að þá hafi verið skoðu stækkun á félagsmiðstöðinni í Sölku og hún var tiltölulega flókin eða erfið. En hins vegar hefur verið skoða núna á síðustu missunum eða núna bara síðustu mánuðum, þá hefur bæjarstjóri eins og hefur komið hérna fram verið að skoða hvort ekki mætti síka glugga og auðvitað þarf að laga loftræstingu og gera þetta húsnæði sem þó til staðar betra þannig og aðgengi fyrir fólk betra. Af því að bæjarfulltrúi Sunna kom síðast upp og sagði fegin að við erum farin frá þeirri stefnu að nýta skólana betur. Að þá langar mig samt til þess aðeins að koma upp og segja
af hverju ætti við alveg að víkja frá því. Þá ég ekki að tala að sé ekki félagsmiðstöð til fyrir eldri borgara, heldur mér finnst við erum alltaf að reyna að finna leiði til þess að nýta fermetran okkar sem best. Ef það væri starfsemi í skólanum, og þá ég ekki að meina alltaf forsendum skólan, heldur henni líku klukkan 4, það væri húsverðir og svo framvegis sem að gætu verið til staðar í skólanum, og þá það væntanlega miklu ódýrara heldur en að byggja nýja sali og nýja félagsmiðstöður. Þannig ég beini til þeirra sem eiga eftir að taka við þessum málum á næsta kjörtímabili að ekki og eldri borgara, því að ég fer nú að detti í það félag, það ekki nema 2 ári ég geti orðið félag í EBAG. Og ég segi bara, við erum einmitt fjölbreyttur hópur, eldri borgar ekkert einslítur hópur sem að hefur sömu þarfir, og það sem einum finnst mikilvægt þykir öðrum bara alls ekki mikilvægt. Þannig að ég segi sko bara með einmitt þjóð sem að eldast tölvast hratt og mikið, þar sem við komum til með að vera með alltaf stærra og stærra hlutfall af eldra fólki og færri sem eru vinnandi og borgandi þá eða reyna að halda samfélaginu og þjónusta þá sem að eru til sem eru þá hættir að vinna og eða ungir. Þá bara þú veist, okkur vantar starfsfólk, okkur vantar fólk á miðjum eða ungt fólk til þess að gangi þessi störf, að þá held ég að við verðum að finna lausnir sem eru einhvern veginn svona sjálfbæra, þar sem við getum bara meira og minna nýtt einhvers konar tækni og horfa til þess að nýta þá fjármuni sem við erum með eins vel og við getum og þar með fermetra. Að þessu sögðu, þá held ég að það sé löngu tímabært að við finnum lausn á þessari stækkun sem hefur verið kallað eftir hér í mörg ár af félagi eldri borgara fyrir félagsaðstöðuna. En við eigum ekki að sláða út á borðin að nota hóf fyrir stærri fundi og svo framvegis, vegna þess að við verðum aldrei með það stórt húsnæði að við komum öllum félagsmönnum inn. Þeir eru held ég 2500 í dag og fer örugglega fjölgandi, þannig að við erum ekki endilega að horfa til þess. Heldur að fólk geti sótt sér félagskap og tómstundir þegar það fer að eldast í sínu nærumhverfi sem þá sveitafélagsins og með stuðningi þess. Ég held að við séum öll þar á einu máli og ég held að bæjarstjórnin hér hafi verið mjög samstíga eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á hérna í inngangnum að þá höfum við verið held ég bara mjög samstíga í því að reyna að finna lausn og lausnir. Þannig að með þetta veganesti og hvað varðar hvert þetta ætti að fara, þá eins og bæjarfulltrúi Heimir kom kannski inn á, færi kannski best að því að fræðslu- og lýðheilsuráð ásamt öldungaráði tæki fund og kallaði til sín þá hópa sem að þarf að ræða við og fæli síðan að gera einhvers konar mat á því hvað hægt að gera við þessar byggingar. Að því mér minnir að einhvern tímann allavega hafi ég fengið þau svör að það væri afskaplega erfitt að koma við stækkun við sölkun. En annars bara gangi okkur vel. Takk fyrir það. Næstu til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, það var nú kannski ekki ætlunin að við ætlum að fara að byggja sal fyrir 2000 manns, það er alls ekki pælingin og sjálfsagt að nýta hof og fleira fyrir þannig stærri samkomur, en varðandi að vilja skoða Birtu aðeins áfram eftir að hafa farið á þessa 2 staði, það var mitt mat bara samt ekki byggt á einhverjum miklum rökum eða þekkingu að stækkun og matsal í Víðilundi væri betri að því að þar er hægt að stækka út og ég reyndar skil ekki alveg vandamáli við það og þá er hægt að vera með einhvern í suðaustur horninu fyrirlesara eða eitthvað og salurinn kemur dálítið í vinkil í báðar áttir að því að salurinn
í Birtu er þessar leiðilega súlur. Ég hef alveg verið þar á fyrirlestrum og það er hundleiðilegt að vera þar á fyrirlestrum. Hann er að ýmsu að hyggja, en ég held að ef að þetta fer í umræðu inn í umsa eða þá inn í fræðslu og líð, held að vera bara ofsalega gott bara að fá einhvern góðan arkitekt til að skoða þetta og koma með einhverja skemmtilega hugmyndir. Þegar arkitektar sjá miklu meira og fleiri möguleika heldur en við sem að höfum kannski litla þekkingu á þessu, og ég held að vera mjög spennandi að sjá hvað kæmi út úr því og þá kostnaðarmat í framhaldinu. En annars þakka ég bara fyrir mjög góða umræðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við getum svo sem velt vöngum hér inni endast þetta. Eins og fram hefur komið eigum við rosalega góðu samstarfi við EBAC og þeir hafa nú alltaf verið nummer 1 og 3 að stækka í Birtu allt þetta samtal. Og það er búið að reyna ýmsa leiðir þar og síðast vorum við bara fundi í gær eins og bæjarfulltrúi Heimir sagði hér áðan. Ég held við þurfum að byrja á því að tala við þá og eru þeir hlynntir þessu hjá EBAC að fara þessa leið. Ég svona gerir ráð fyrir að bæjarfulltrúar hjá Framsókn hafi nú talað við á áriðin kæmi með þetta hérna inn. Þannig að þess að mér finnst við þurfa svolítið að hlusta á þau, hvað þau vilja í þessu máli, ekki að fara einhverja leið sem að okkur hugnast best. Þannig að við erum að byrja svona aðeins á vitlausum enda finnst mér. Og ég held að sé alveg vilji hjá bæjarstjórn að leysa þessi mál, búið að vera lengi. Og eins og fram hefur komið, þá vorum við komið mjög langt með eitt mál en því miður fór það eins og það fór. Og það hafa verið að velta upp nýjum hlutum í gær í þessu, að skoða ýmsa nýjar leiðir og forsvarsmenn EBAC eru líka lausna með þér þar og eru að skoða leiðir líka með okkur. En ég held að við ættum að byrja svona að setjast niður með þeim og hvort að þeim hugnist þessi leið sem er verið að tala um hérna. Þannig að við förum að búa til alls konar nefndir og dóti í kringum þetta. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið málsinu, orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þá ber ég bara upp tillögu bókunina sem að bæjarfulltrúar Framsóknar lögðu hér fram. Aðrir hafa komið með bókaninu sínar fyrir sig. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það eru öll, takk fyrir það.